er ég staddur hérna suður á Hafnaheiði á Reykjanesi á skotsvæði skotelda Keflavíkur og eins og þið sjáið þá er mér við hlið Jónas Andrisson, varaformaður skoteldarinnar, skotveiðiprófdómari og formaður K95 félagsins. En það er við hæfi að Jónas dæmi mig í þessu prófi þar sem ég ætla að skjóta það með blaser K95 og kaliberið 308. Við erum búin að fella hérna út skífu, þannig að það er tilbúið, Jónas. Hvernig líst þér á þetta? Heldur það að sjá þetta leipa mér í prófið? Þetta lítur vel út fyrir mig. Svo er þetta bara svona hvað væntingavísitalan þín er orðin há. Já. Hún er alltaf að lækka. Nú? Já, ég er nefnilega búin að vera að æfa mig aðeins að skjóta og mér finnst ég alltaf vera að skjóta verr og verr með hverja æfingunni. Vant það ekki bara prófskrekkin í þig? Kannski. Hann kemur í ljós núna? Kæruleysi, já. Það er spurning hvort hann virki til þess að hækka skorið eða til að fella mig. Nei. Það er aldrei að vita, við verðum bara að sjá til. Já, Jónas? Jú, ég held að við látum vaða á þetta. Eða ekki? Ef þú ert klár. Já, ég held það. Við látum reyna á þetta. Máttu ekki gleyma að koma myndavélinu út? Nei. Ég ætla að setja myndavél á skífuna þannig að við sjáum hvort að kúlurnar lenda á henni eða fyrir utan. Heyrðu, þá skulum við bara labba út. Látum vaða á það, Jói. Já. Er það ekki bara að drífa sig í þetta? Nú er bara að láta vaða. Já, ég hef komið hérna með 5 skot og ég hef, hvað langan tíma? 5 mínútur. 5 mínútur. Og ég setja skeiðklukkan á þig? Nei. Það er nú aldrei vitan ég verði eitthvað að drolla við þetta. Það er spurning hvort að... Þá færðu það forgjöf, sko. Hvort þú getur fellt mig á því, sko, Nei, tíma. ég ætla ekki að setja neina press á þig. Nei, það er eins gott. Nú ætla ég má ekki við því, sko. Nú ætla ég að hafa skeiðklukkuna slögt á henni og svo enginn til að strekkjast í okkur. Já, við erum alveg einir hérna, það er bara þvílíkur lúxus. Ef við ekki hafa klukku? Nei, dómur er ræður. Þú voru að passa kaffibollan, ég reykist ekki í hann. Já, ljóttu þú myndi falla á því. Já. Þetta ekki með heyrnarhlífar? Jú. Ég ætla að hafa þær. Það er betra að hafa þær. Já, það er það. Ég er nefnilega með 100% þeir. Ertu með? Já. Já. 20% á vinstri og 80 á hægri. 30 á innu? Nei, 20 á vinstri og 80 á hægri. Já, það er helviti gott, sko. Þannig það er 100%. En þú verður að passa þetta. Já, ég ætla að reyna að halda upp á þetta. Jæja. Þarna sé ég skífuna. Þú hittir hauginn, Jói, þannig að þetta lítur vel út. Já, en ákoman var ekki góð. Ég var eitthvað að flýta mér að taka í gekkinn, sko. Ég þarf að muna eftir því að kreista og lofa skottinu bara að fara þegar það vill. Þetta gæti að hafa verið 5, 6 eða 7, sko. Þetta var nú bara alveg við hliðin á hinu. Jæja. Þetta var skárra.
Mér sýnist ég verið að skjóta ágætis grúpu þarna í sexunnar og... Hún er inni í hringnum, þannig að þetta er bara allt í lagi. Já, í þessum stóra. Já, þá eru við helviti góðir, eða þú. Já, þá slepp ég kannski í gegn. Það er spurning sko, hvaða kröfur formaður K95 félagsins gerir til félagsmanna sinna. Það er bara svo inni í stóra hringnum. Já. Það er helviti gott, sko. Ég fyndist að hann ætti að gera meiri kröfur. Já, þá heldur gangan áfram, sko. Já, já. En ég myndi allavega að hafa sko 3 tilraunir til að taka prófið. Já, heldur að sem prófdómari þá væri það náttúrulega miklu betra fyrir mig sko, þau tækju 3 tilraunir sko. Já, það er verra fyrir veskið mitt en betra fyrir þitt. Það er bara vitleysið sko. Miklu betra að kaupa fleiri skot. Já, fyrir utan það. Já. Það er betra fyrir hérna skottfærasalan. Jæja, það er síðasta skotið. Þetta var inn í stóra hringnum. Já, það var það í lagi. Ég held að þetta sé nú lélegasta skotpróf sem ég hef tekið, bara á ævinni. Þú er aldrei svona gaman til skotpróf áður. Nei, það er satt. Ég er nú orðinn sko hálf áttræður. Já, þannig að þú átt nú ekki að vera að kvarta mikið. Nei. Jú, maður vill gera betur. Jæja, við skulum hérna fara og sækja skífuna og sjá hvernig þetta hefur farið. Er það ekki? Já. Jónas, þá erum við konum með... Dómarinn búinn að fella dómsinn. Fella dómsinn. Sér þessu 42 stig. Já. Það er síðasti séns fyrir þig til að laga það eitthvað. Er þetta ekki í lagi? Þá er þetta annan próf. Nei, alls ekki. Ekki núna, kannski á næsta ári. Já, vonandi. Kannski á næsta ári. Já, hérna erum við með skífuna. Og... Þetta er nú ekkert að þessu, sko. Nei, það er nú þokkaleg grúpa en aðeins svo neðarlega. Já, já. Kannski 2-3 cm á neðarlega, ég hef eitthvað kippt honum til. En þannig er... Já, þú kippt honum til og skaust 10 ná. Já, það var slysaskot. Greinilega, sko. Þetta er bara fínt, maður. Og þetta er 1-7, 2 áttur, 1 9 og 1 10. Já. 42 stig. Og svona lítur þetta út. Ágætis grúpa þarna hjá 4, en svo er það einn sem að eyðilaðana fór í 10. Eitt flægir maður í 10. Já. Já. Það er ekki slæmt. Það er ekki slæmt maður að fá eitt flægir í 10. Nei, þeir hefði mátt vera fleiri. Já. En svona er þetta. Þetta er bara fínt. Þetta er sennilega lélegasta skotpróf sem ég hef tekið. En eins og þú bentir réttilega á þann að þá er aldurinn ekki að vinna með mér. En svo er bara að vona maður nái að labba á fjöll til að ná í dýrið á svæði 7. Já. Tarfurinn bíður þar og er að fitta sig. Ef hann verður nógu stór og feitur þá held ég við hittir hann. Já, vonandi. Já. Hörðum, segjum við þetta þá bara ekki gott, Jónas, eða viltu bæta einhverju við? Nei, ekki nema að K95 klúburinn er að stækka og já, byttu við. Komið ný umsókn. Er komin umsókn? Já. Frá? Það er Ingvar Jóhann. Já, er hann búinn að sækja formlega skrifum? Já, hreitti í mig umsókn, ég laði daginn. Já. Ég held að tökum hann inn. Já, það er alveg á aldi formannsins. Viltu gera það hérna í þessari útsendingu? Já, ég bjóðum hann bara velkominn í klúbbinn. Já, og hann er með K95. Já. Með svona Bavarian-skefti og bara fallegu viðarskefti og í 308. Þannig að... Klúbburinn stækkar. Já, hægt og rólega. Aðalega rólega og líka hægt. Það er fínt maður. Heyrðu, þá segðu þetta bara gott, Jónas. Já. Kæra þakkir fyrir Takk, Jói. Þetta.